og hefur verið fengið til þess að vera fundarstjóri. Eins og þau kannski taki eftir allavega ef þau eru í streymi að þá er fundurinn táknmálstúlkaður og það eru þær Auður Sigurðardóttir og Sandra Helgadóttir sem sjá það fyrir okkur í dag. Við tökum á móti spurningum eftir að þessum erindum lýkur og við tökum þær hér úr sal eða þá að við fáum spurningar frá ykkur sem eru á streyminu á slido.com eða slido.com og lykilorðið inn og það er Sundabraut. Þannig að endilega setið inn spurningar og við reynum að svara eins miklu og við getum. En við látum þessari bara kynningu lokið og bjóðum Guðmund Val Guðmundsson velkomin hér á sviðið. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Bara gaman að vera með ykkur í dag, bæði hér í salnum og í streymi. Ég heiti Guðmundur Valur og er formaður verkefnisstjórnar með undirbúningi Sundabrautar. Verkefnisstjórnin er skipuð af innviðaráðherra og er skipuð fulltrúum Vegagerðar, Reykjavíkurborgar, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og innviðaráðuneytisins. Fyrir rúmum 2 árum, í október 2023, héldum við kynningu undir Vegagerðinni matsáætlun vegna Sundabrautar, þar sem við kynntum hvernig fyrirhugað var standað umhverfismati og við fengum 110 umsagnir við matsáætlunina haustið 2023. Undanfarin 2 ár hafa verið nýtt vel til rannsókna og útfærslu á öllum þeim valkostum sem ákveðið var að skoða í umhverfismati framkvæmda við Sundabraut. Vegagerðin og Reykjavíkurborg hafa staðið sameiginlega að umhverfismatinu og vil ég þakka Reykjavíkurborg og hennar fulltrúum fyrir gott samstarf og framlag á undanfarnum misserum. Reykjavíkurborg komur jafnframt upp samráðshópi íbúasamtaka og kjörinna fulltrúa sem fylgdu verkefninu eftir og komið með mikilvægar athugasemdir og sjónarmið undanfarin 2 ár sem eru til þess fallin að gera það betra eins og það birtist hér í dag. Við erum að leggja á borðið vinnu fjölmargra sérfræðinga til að geta lýst áhrifum sem þessi framkvæmd hefur á umhverfi, íbúa og samfélag. Við erum búin að gefa okkur tíma eins og sagði. Það eru 2 ár síðan við kynntum matsáætlunina og það er ekki að því að við höfum verið að slugsa eitthvað, heldur hefur markmið verið að velta hverjum steiðinni, skoða þær hugmyndir sem hafa komið upp á leiðinni til þess að geta svarað áhyggjum íbúa og skapa þannig sátt verkefnið. Við erum búin að halda eins og Pétur minntist áðan 4 opna íbúafundi þar sem yfir 500 manns hafa mætt síðustu daga og það er okkar von að okkur hefur tekist að draga niðurstöður fram á aðgengilegan hátt bæði á fundunum og þessum fundi í dag og til að skoða næstu vikurnar og allt það efni sem er aðgengilegt á vefnum hjá okkur í formi matsskýrslna, sérfræðiskýrslna og ekki síst vefsjáar þar sem hægt er að skoða hlutin á myndarann hátt í kortaformi og eru aðgengilegar á sundabrautni.is á vef Vegagerðarinnar. En okkur Vegagerðina standi í þessu, okkur eru falið af innviðaráðherra og Alþingi að undirbúa framkvæmdir við Sundabraut, bæði á grundvelli laga samvinnuverkefni, á grundvelli þingsályktun samgönguáætlun, þar sem gert er ráð fyrir að gjaldtaka umferð standi undir kostnaði við fjármögnun, hönnun, framkvæmd, viðhald og rekstur Sundabrautar. En það er ástæða fyrir að höfum verið að vanda okkur og rétt að rifja örstutt upp forsögu Sundabrautar sem hefur verið á alskipulagi Reykjavíkur langa hríð og var tekin í tölu þjóðvega árið 1995 og þá hófst undirbúningur hennar að gerð í samvinnu Vegagerðar og borgarverkfræðings hjá Reykjavík. Það voru fjölmargar leiðir skoðaðar með nokkrum hliðum. Undirbúningur var mjög langt á veg kominn 2005 til 2008 og mat á umhverfisáhrifum langt komið á 2 megin valkostum við þverun Kleppsvíkur. Annars vegar Sundagöngum og svo kallar eigilausn á brú innar í Elliðaárvogi. Á þeim tíma náðist ekki samstæða milli Vegagerðar og Reykjavíkurborgar valkost sem skildi stefnað og því lá undirbúningur mestur niðri frá 2010 til 2019. Árið 2019 var settur saman vinnuhópur sem fór yfir þá helstu valkosti sem hafa verið til skoðunar í gegnum tíðina. Niðurstöðurnar voru þær að það var einungis 2 megin valkostir eftir, jarðgöng yfir í Gufunes, milli Sæbrautar og Grafarvogs og svo brú sem þveraði hafnarsvæðið við Kleppsvík, mögulega í framhaldi á Holtavegi. Annar starfshópur var að störfum 2020-2021 með þá fulltrúum Vegagerðar, Reykjavíkurborgar, Faxaflóahafna og samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Einhverjir hugsuðu enn eitt starfshópurinn en verkefni hópsins var að endurmeta hönnun og áætlanir þeirra valkostir sem taldir voru standa eftir. Sundagöng og Sundabrú við þverun Kleppsvíkur voru endurmetnar þannig að þeir tengdust nýjustu hugmyndum skipulag aðliggjandi byggðar ásamt áformum uppbyggingu annarra samgöngumannvirkja. Og það leiddi af sér ákveðnar niðurstöður og í framhaldinu þá var þetta innviðaráðherra
og borgarstjóri undir viljayfirlýsingu samstarf varðandi undirbúning og umhverfismat framkvæmdarinnar. Og á þeim grunni höfum við unnið til dagsins í dag í samstarfi við Vegagerð og Reykjavíkurborgar og þeir valkostir sem að vera kynntir hér á eftir. En hvað umhverfismatið? Umhverfismatið lögbundið ferli við undirbúning framkvæmda og einn þáttur í aðdraganda þess að fá útgefið framkvæmdaleyfi. Umhverfismatið leggur grunn að mótvægisaðgerðum og allir þeirri vöktun sem nauðsynleg eru talin. Og að loknu þessu ferli við umhverfismat þá mun Vegagerðin væntanlega gera formlega tillögu að aðalvalkosti til Reykjavíkurborgar til að útfæra í sínum skipulagsáætlunum. En við horfum á hvað Sundabraut. Sundabraut nýr stofnvegur á höfuðborgarsvæðinu sem liggur frá Sæbraut að Kjalarnesi og verður hluti af stofnbraut sem tengir höfuðborgarsvæðið saman með greiðfærum vegi sem liggur eftir Reykjanesbraut alla leið frá Hafnarfirði, gegnum Garðabæ, Kópavog og Reykjavík og alla leið upp á Kjalarnes. Og markmið með byggingu Sundabrautar eins og það hefur verið skilgreint af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg sameiginlega og birtust í matsáætlun umhverfismatsins eru eftirfarandi. Það að bæta samgöngur fyrir alla ferðamáta á norðurhluta höfuðborgarsvæðis, bæta tengingu vestur og Norðurlands við höfuðborgarsvæðið, auka hagræði fyrir atvinnuumferð, bæta tenginga Grafarvogs við svæði vestan Elliðaáa, dreifa umferð á fleiri leiðir og svo létta á umferðarþunga. Og þá auka samfélagslegan ábata með styttri ferðatíma, minni akstri, minni útblæstri og mengun vegna styttri leiða frá höfuðborgarsvæðinu innan þess. Eins og ég kom að áðan þá gert ráð fyrir að gjaldtaka af umferð standi undir uppbygging og rekstur Sundabrautar. Gert ráð fyrir að gjaldtaka standi í alltaf 30 ár og upphæð veggjaldana getur haft verulega áhrif á eftirspurn eftir notkun brautarinnar og þurfa tekjurnar að standa undir fjárfestingunni og endurgreiðslu fjármögnunar. Raunhæfni viðskiptaáætlunar því forsenda fyrir því að verði af verkefninu eftir sem kostnaði við fjárfestingu og rekstur hærri, þeim mun hærri þurfa veggjöldin að verða og þá hættan svo að færri nota Sundabraut. Tekjurnar af veggjöldin verði lægri og ekki verið innistæði fyrir endurgreiðslu fjármögnunar. Og það staða sem við viljum ekki að koma upp. Það eru mörg sér framundan en kynning matsskýrslunnar í dag og á fundunum, íbúafundum undanfarandi dag í Reykjavík þá hefur Reykjavíkurborg kynnt aðskipulagsbreytingar og það ferli. Þannig að kynningaferli umhverfismats og aðskipulagsbreytingar hafa verið samhliða undanfarna núna og þá fram í nóvember. Og þetta allt mikilvægur og nauðsynlegur áfangi á leið við að byggja Sundabraut og forsenda fyrir framhaldinu. Þannig að Vegagerðin áformar að við getum hafið útboðsferli vegna samvinnuverkefni sem fjármögnun, hönnun, framkvæmd og viðhald og rekstur fyrir Sundabrautar á næsta ári með það markmið að í síðasta leið 2033 geti Sundabraut verið tekin í notkun. Það mikilvægt að verkefni svo Sundabraut að það skapi sátt og það mín skoðun að það við höfum beðið lengi eftir Sundabraut og sumum finnst allt of lengi því bara að verkefni verið betra. Það mun hæfa betur nútíma áherslum og samgöngur í borgarumhverfi og þeirri notkun sem við búumst við heldur en ef Sundabraut hefði verið tekin í notkun árið 2002. Það líka mín skoðun að við getum ekki beðið mikið lengur en það hafa áform Sundabraut verið forsenda uppbyggingar annarra samgöngu innviða á höfuðborgarsvæðinu á undanfarnum 30 árum ásamt því að landnotkun í skipulagsáætlun sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið mið af því að Sundabraut komi. Þannig að við teljum og byggja þá öllum þessum faglegu greiningum sem við höfum lagt í á undanfarið misseri að verkefni sé til hagsbóta fyrir alla íbúa höfuðborgarsvæðisins sem og þá sem búa í nágrenni þess og sækja atvinnu og þjónustu þangað. Og þetta á jafnvel við íbúa í Laugardal, Grafarvogi sem og íbúa í Mosfellsbæ. Þannig að tilkoma Sundabrautar mun breyta dreifingu umferðar á höfuðborgarsvæðinu og breyta leiðavæli okkar frá því sem í dag. En svo Pétur kom inn á þá og í byrjun þá viljum við heyra sjónarmið ykkar og höfum heyrt á undanfarna daga. Sjónarmiðin eru ólík eftir hverfum borgarinnar eða hvar við erum en við viljum heyra allir þessi sjónarmið og viljum geta útskýrt á aðgengilegan hátt hver áhrif framkvæmdarinnar eru á umhverfi og samfélag. Þannig að við getum fjallað Sundabrautina á málefnalegan hátt og tekið þannig upplýstar ákvarðanir um framhaldið. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir það Guðmundur Valur. Eins og þau kannski getið hugsað að þá þetta viðamikið og stórt verkefni þannig að það tekur nú svolítið tíma að kynna umhverfismatið og allt sem í því felst þó við stiklum á stóru. Þannig að það svolítið tími að hérna áður við getum farið að svara spurningum en þið getið sett þar inn á Slido strax. En næst það Bryndís Friðriksdóttir sem ætlar að segja okkur eitthvað umferðina á höfuðborgarsvæðinu. Gjörðu svo vel. Kemur það í beinu framhaldi? Þú þarft að fá, við þurfum að ná í náttúrulega hérna, við þurfum að ná í kynninguna þína sko, ég bara glemdi mér aðeins.
að þið sjáu þetta þá allt saman bara, það verður að hafa það. Við erum að halinn brindi sér niður. Sko, gjör það svo vel. Kæra þakkir. Já, ég ætla aðeins að fara yfir umferðarmál á höfuðborgarsvæðinu og kem kannski inn á þann punkt sem Guðmundur Valur var að nefna, á hverju Vegagerðin að velta Sundabrautinni fyrir sér. Vegagerðin veghaldari á umferðarþyngstu þjóðvegunum á höfuðborgarsvæðinu og þetta eru þessi stóri vegir sem að eiginlega stór hluti af umferðinni fer dagsdaglega. Ég ætla ekki að þylja það alla hérna upp en þeir eru hérna á skjánum. Árið 2019 að þá birti Vegagerðin sína hvernig við viljum að stofnveginir þróist hérna á höfuðborgarsvæðinu og erum að horfa til þess hvaða aðstæður við viljum bjóða á hverjum stað. Þetta var gert í framhaldi að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem sveitarfélögin birtu og þarna birtist alveg skýr sýn Vegagerðarinnar á það að Reykjanesbrautin, Sæbrautin og tenging upp á Sundabraut á að vera þjóðvegur í hæsta flokki sem þýðir það að þarna á umferðin að renna nokkuð greiðlega fyrir sér og alla tengingar eiga að vera mislegar bæði fyrir bíla, gangandi og hjólandi. Við erum með í undirbúningi ansi mörg verkefni sem stuðla að því að ná þessari sýn og þarna sjáum við yfirlit yfir helstu verkefni sem tilheyra samgöngusáttmálanum. Það mjög glöggt þarna að Reykjanesbrautin í forgangi hjá okkur. Hún að hluta til mislæg í dag með góðu flæði en það eru þarna verkefni sem styðja að þessari sýn sem Vegagerðin hefur og má þá nefna lagfæringu Reykjanesbrautar í gegnum Hafnarfjörð þar sem á að skoða Lækjartorgið, gatnamótið við Kaplakrika og Álftanesveginn og gera það mislægt í frjálsu flæði. Eins gatnamótin á Reykjanesbraut og Bústaðavegi og svo endingu það Stokkur og Sæbraut sem leysir af 2 gatnamót á Sæbraut við Klessmýraveg og Súðavog. Og með þessum verkefnum og tilkomu Sundabrautar að þá erum við farin að sjá þennan ás í gegnum höfuðborgarsvæðið eftir Reykjanesbraut, Sæbraut og Sundabraut. En ef við veltum aðeins fyrir okkur hvernig umferðin hjá okkur í dag, þá eru hérna yfirlit yfir umferðartölur fyrir árið 2024 og þetta eru tölur hversu marg ökutæki að fara viðkomandi snið á sólarhring. Og við sjáum ef við horfum á Reykjanesbraut og Hafnarfjarðarveg að það nokkuð áþekk umferð þar og hún dreifist nokkuð jafnt á þessa 2 ása til þess að tengja úthverfin inn á miðsvæðið. En umferðin töluvert meiri á Vesturlandsvegi í Ártúnsbrekkunni en þetta eina tengingin fyrir þá sem að koma á austurhluta borgarinnar og inn í miðbæinn eða miðborgina. Með tilkomu Sundabrautar að þá erum við að búa til nýja tengingu til þess að komast í austurhlutan eða út fyrir höfuðborgarsvæðið. Samhliða því eru líka í undirbúningi ansi stór borgarþróunarverkefni. Þarna eru helstu svæðin sem verið undirbúa nýja byggð á og okkur telst til að inn í þessu séu 13.500 íbúðir í heildina sem ansi mikill massi og til viðbótar að þá eru fermetrar í atvinnu líka skipulagði þarna. Það því okkar sýn að Sundabrautin mikilvæg tenging til að færa umferð úr Ártúnsbrekkunni yfir á nýja tengingu og búa þar með til rými fyrir íbúa sem eru kannski nær Vesturlandsveginum til þess að geta áfram komist inn og út úr miðborginni. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra því ég veit að Andri ætlar að fara mjög greinilega í hvernig Sundabrautin breytir umferðarflæðinu á þessum áhrifasvæðum hennar. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir það Bryndís. Þá var komið að Andra Gunnarsinni sem hjá Eflu verkfræðistofu sem eru okkar aðalráðgjafar í Sundabrautarverkefninu og hann hérna líka með skemmtiefni. Við gerðum okkur ekki grein fyrir að það þyrfti að hala þessu öllu niður. En þetta nú bara lítið máli í stóru verkefni. Þannig að ég held að það bjargist ef fólk sýnir okkur smá þolinmæði. Sérstaklega Andri, hann nú óþreyjufullur.
En það er alltaf gerast. Nú sést ekki neitt fyrst. Svo skulum við vona að það gerist galdrar. Gjörðu svo vel, Andri. Já, takk fyrir Pétur. Það var fagmannlega gert. Já, sæl. Andri heiti ég, verkfræðingur á Eflu verkfræðistofu og ég ætla að fara aðeins yfir svo kallega framkvæmdarlýsingu Sundabrautar sem er unni á grunnurinn að umhverfismatinu að miklu leyti. Sundabraut, hún er í grunninn eins og Guðmundur Valur og Bryndís kom inn á áðan, ný stofnbraut frá Sæbraut upp á Kjalarnes. Þetta eru 2 akbrautir í hvora akstursstefnu og gatnamótur og almennt mislæg. Göng- og hjólastígar er einnig stór hluti af verkefninu og það er áhersla á góða tengingar við stofnstígakerfi höfuðborgarsvæðisins og aðskilda stíga í þá Sæbraut og Gufunesi og svo er þá áfram sameiginlegur stígur frá Gufunesi og upp á Kjalarnes og það er allt upp með þessi upplýstu stígur alla leiðina. Í umhverfismatinu þá er framkvæmdasvæðinu skipt upp í 4 hluta og það er fyrst og fremst með það að gera að einfalda nálgunna við umhverfismatið það sem þetta er mjög viðamikið framkvæmdasvæði. Hérna sjáum við 2 myndir sem sýna á svona grunnvalkosti sem eru til skoðunar. Annars vegar það er að segja annað vinstra megin það sem Sæbraut er það sem Kleppsvíkin er þverið með Sundabrú eða hægra megin það sem Kleppsvíkin er þverið með Sundagöngum. Þetta er svona grunnmunurinn á milli þessara 2 valkosta sem við verðum að skoða og svo er rauninni frá Gufunesi og norður eftir upp á Kjalarnes þá er lega Sundabrautar rauninni fast það er engin valkosti þar til skoðunar og þannig sjáum við þessa hlutaskiptingu það sem blái liturinn táknar á hluta 1 frá Sæbraut og áfram upp á Gufunes og svo er guli liturinn hluti 2, appelsíni guli hluti 3 og græni hluti 4 og ég ætla að renna yfir þessa hlutanuna í framhaldinu. Hluti 1 og þá byrjum við á að fjalla þessum Sundabrúna ef að hún verður fyrir valinu fyrir Kleppsvíkur. Þá eru fyrir Sæbraut og Gufunes í báðum tilvikum 3 mismunandi valkostir í boði til að tengja brúna saman hana yfir. Og þegar byrjum við að tala Sæbrautina þá er legan í plani mjög sambærileg fyrir alla valkostina en grunnmunurinn liggur þá fyrst og fremst á tengingu Sæbrautar og Sundabrautar sem getur verið ýmist mislæg eða í plangatnamótum og þá er einnig getur Sundabrú verið mishá og mislöng eftir valkostum og það er aðeins misjafnt hvernig hún tengist líka inn á þarna Sæbrautina. Svo í Gufunesi þá er í grunninn aðalvalkostur framkvæmdar að fara beint yfir gamla urðunarstaðinn í Gufunesi og þá eru 2 tengingar við Grafarvog, annars vegar Hallsveg og hins vegar Strandveg Borgaveg og þá er einnig haldið inni 2 öðrum valkostum í Gufunesi sem við sjáum á 2 innfeldu myndunum þar sem að ef ekki fæst leyfi fyrir að vega gerð á gamla urðunarstaðnum þá er lagt upp með að fara út fyrir urðunarstaðinn á landfyllingum og þá ýmist á yfirborði eins og á efri innfeldu myndinni eða á í göngum eins og á neðri myndinni. Hérna sjáum við ásýndamynd og planmynd af hvernig gatnamótin í Sæbraut getur litið út fyrir aðal valkost framkvæmdaraðila. Þannig fer Sæbrautin í stokk undir gatnamót Sundabrautar og Sæbrautar og Sæbrautin og Sundabrautin tengist inn á ofan á hana og svo sé ykkur áttina eftir Sæbraut. Og þannig sjáum við einnig að það er áhersla á aðskilda göng- og hjólastíga sem tengjast á stofnstígakerfi höfuðborgarsvæðisins. Þannig að kemur á stofnstígurinn vinstra megin með Sundabrautinni og þverar hann undir í mislægri þverun og áfram svo hinum með hann á austanverðu fyrirgefið til norðurs. Já, kannski á þessari litlu myndinni þá sjáum við akkurat að bleiku línuna táknaða hjólastígakerfið. Svona til upplýsingar að sjáum við það aftur hana áherslan á að mislæga þverunni þar alls staðar. Í Gufunesi þá sjáum við hérna á efri myndinni dæmi niðri gatnamótin sem lagt upp með og þau tengjast einnig fyrir aðalvalkostin beint inn í Gufunes hverju líka. Þannig áfram áhersla á aðskilda göng- og hjólastíga millið á hverfa. Aftur á myndinni til hægri hana þá sjáum við stígana merkta með bleikum lit
Þá var stómstígur með fram ströndinni aðskilin og svo það á einnig þveranir, mislega þveranir á göngubrú eða undirgöngum undir Sundabrautuna til að tengja saman Grafarvoginn og Gufunesið. Eins og við komum áðan þá getur brúin verið aðeins mislöng og mishá en svona grundvallarmunurinn á milli þeirra brúar og valkosta sem verið að skoða snýr að hæðinni og það hefur með það að gera að fyrir 12 metra, fyrir brú sem lægri sem þá bara 12 metra siglingarhæð og þá inni leggst af skipa komur innan brúarinnar og sá viðlögukantur en fyrir hærri brúna sem þá með hærri og breiðari siglingarennu 30 metra hári og 90 metra breiðri þá verður lokar ekki viðlögukanturinn, það verður ennþá nothæfi fyrir allavega skip upp á ákveðinni stærð. Þannig að það á meiri áhrif á lægri brúnni á hafnarstarfsemina. Hérna sjáum við aðrar ásýndamyndir frá brúnni sem að taka þá tekin frá Gufunesvegunum og inn til vestus í átt að Reykjavík þar sem brúin tengist inn á Sæbraut. Og hér svona mynd sem sýnir á dæmum langsnið í brúna og svona líkana mynd. Þetta á lengri og hærri brúin sem á aðra valkostu framkvæmdra aðla í umhverfismatinu. Hérna hún tæpi 1200 metra lengd og grunduð á hana að stöðurum á hana berggrunnin. Þekkta lausni frá Skandinavíu sem við erum að nota hér. Fyrir þá Sundagöng í hluta 1 þá erum við Kleppsvík með göngum en ekki brú. Ólíkt brúlausnunum þá aðeins einn valkostur til skoðunar hér og það hefur fyrst og fremst að gera það að það er mjög mikla skorður á því hvernig hægt að tengja göngin í öllum endum. Það eru urðunarstaðurinn í Gufunesi, það er mikil þrengsli í Sæbraut, það er lóðið sem liggja þétt upp að og gatnamót og fleira, þannig að það er mikla skorður á því. Þannig að það er ekkert mjög mikið að velja að koma upp og þá komum við upp í rauninni í Laugarnesi til norðurs eftir Sæbraut. Já, og svo komum þau til söðurs að tengja stöðuna fyrir. Já, Pétur smá vandræðum hérna, hann allt góð, við höldum áfram. Já, afsakið, hvert var ég komin við erum að tala tenginguna við Sæbrautastokk. Gangnamunin tengist til söðurs inn á fyrirhugaðan Sæbrautastokk sem á framlengdur inn að Holtavegi og göngin tengjast ofan í hann til söðurs. Og svo upp í Gufunes þá koma göngin upp cirka í Gufunesi til móts Veiðsvík. Og ólíkt kannski brúlausninu þá var aðeins ein tenging við Grafarvog fyrir gangalausnuna en eins og við sáum áðan fyrir Brýnnar þá voru 2 tengingar við Grafarvog. Hér aðeins ein tenging í norðanverðu við Grafarvogi við Strandveg og Borgarveg. Og einnig þetta minnast á það að varðandi göng og hjólastíga þá ætla að fara gangandi og hjólandi ekki í jarðgöng. Þannig að fyrir gangalausnina þá raunin ekki bein þverunni við Kleppsvíkina fyrir þann ferðahóp heldur þarf hann áfram að fara þá Gullinbrú og Geirsnefið svipað og í dag sem svona grundvallar munurinn kannski á þessum lausnum ef við horfum á tengingar og gangandi og hjólandi. Og til að útskýra svona aðeins í einföldu máli ástæðuna fyrir því að það ekkert endilega einfalt að tengja jarðgöng. Við erum að fara undir Kleppsvík og við erum að fara í berggrunnin og það eru kröfur bergþekjur og fleira sem þarf að uppfylla sem búið að ákvæða þarna séu 30-40 metrar. Það nú eftir að bora aðeins meira hana mögulega ef að þessi lausnin valin. En þá erum við að fara hana í cirka -80 metra undir sjávarmál og svo þurfum við að koma okkur upp aftur með ásættunum halla og þá verður vegalengdin mjög löng þegar þú koma úr -80 metrum og upp kannski í +10. Þá hliðraðarinn 110 metra í hæð og það kostar vegalengd og það stýrir miklu leyti líka hvar göngin kom upp og maður þarf töluvera vegalengd til að koma sér upp á yfirborðið aftur. Og það eru neðra sem bindur mjög líka það af hvar gangnamunir geta komið upp og einst á tengingarnar. Hérna sjáum við á dæmum ásýnd af gangnamununum annars vegar í Laugarnesi þar sem að göngin kom upp til norðurs eftir Sæbraut og svo hinum megin þar sem þannig sjáum við gatnamótin við Holtaveg þar sem að framlengdur Sæbrautastokkur kemur upp til móts við Holtaveginn og gangnamunin tengist inn í
inn í þennan fyrirhugaða stokk í rauninni. Og einnig eins og fyrir göngin, þá einnig áhersla á að leysa gangandi og hjólandi. Þannig Sæbraut gert með svipuðum hætti með mislægum þverunum fyrir gangandi og hjólandi á stofnstíðakerfinu í Reykjavík. Í Grafarvogi þá sjáum við hérna hvar gangnamunnin kemur upp til langleiðin út í Eiðsvík og gatnamótin við Grafarvog á mislæg hana við Borgarveg og Strandveg. Þannig eins og fyrir brúnna áhersla á að leysa göngustígamálin með aðskildum stígum á stofnstíðakerfinu og svo sameiginlegum stígumanna sem þverað á Sundabrautina með mislægum þverunum til að tryggja umferðaröryggi þessa ferðahóps líka. Svo við færum okkur áfram norður eftir brautinni, þá færum næst frá Gufunesi og yfir Geldinganes í svokölluðum hluta 2. Hún þverar Eiðsvík á landfyllingum og stuttum brúm. Hún fer yfir Geldinganes í skeringu, 10-20 metra skeringum. Það er lagt upp með mislæg gatnamót á miðju nesinu. Einnig eru til skoðunar að hafa tvenn gatnamót sitt hvora megin á nesinu sem þá í samræmi við gildandi aðalskipulag. Þannig líka að sjáum við lítasvæði. Það táknar rauninni það að það er haldið inni möguleika á hliðrun til vesturs og það er þá í samræmi við Reykjavíkurborg til að reyna að halda sem mestum möguleikum opnum á framtíðar uppbyggingar áformum í Geldinganesi sem Reykjavíkurborg hefur svona verið það hefur verið umræðin eins og öll vitum undanfæri misseri. Þannig áfram lagt upp með sameiginlegan göng- og hjólastíg meðfram brautinni. Hérna sjáum við dæmum líkana mynd uppi þar sem við sjáum dæmum hvernig gatnamót mislæg gatnamót gætu litið út á miðju Geldinganesi og að neðan ásýndamynd tekna til norðurs frá Gufunesi yfir Eiðsvík og áfram upp í Geldinganes. Í þriðja hluta þá þverum við Leirvog á landfyllingum og 200 metra brú í miðjum voginum. Svo eru stuttar brýr í Gunnesinu þar sem að brautin kemur í land til að viðhalda fjörinu og ásýndinu þar. Veglina fer svo yfir Gunnes, cirka eftir miðjunesinu og er þar mjög bundin af fornleifum og skipulagsmálum í rauninni á þessu svæði sem að þar lenda ekkert mjög margir valkostir í boði. Það er lagt upp með mislæg gatnamótana cirka til móts við lóð Björgunar og þá er áfram hana sameiginlegu göng- og hjólastígur hana meðfram brautinni miklu leyti. Hérna sjáum við á dæmum ásýndamynd sem er tekið frá Álfsnesi og suður eftir Gunnunesi og annað Geldinganesi í fjarska. Í síðasta hlutanum þá fer Sundabrautin þannig í gennum lóð Sorpu gennum miðja lóð Sorpu og svo í skeringu út í Kollafjörð og þverar þar Kollafjörðin á landfyllingum og 80 metra brú og tengist á núverandi Vesturlandsveg hana við Leiðhamra. Núverandi Vesturlandsvegur áður var hugmyndin að færi á mislægum gatnamótum sama við Sundabrautina en það var rauninni horfið frá því núna í þessum fasa verkefnisins, ekki talin þörf á því með við umferð og forsendur og núverandi Vesturlandsvegur sem verður á vegar Kollafjörð í framtíðinni með að tengjast inn á Vesturlandsveginn við á nýja hringtorginu við Móa á Kjalarnesi sem við sjáum hana efst á myndinni. Þannig sjáum við aftur litasvæði þar sem er lagt upp með möguleiki sjá hlýðir á brautinni og það er gert með það í huga að geta haldið í klettabelti hana fyrir botni Djúpuvíkur sem er viljið til að gera. Áfram er sameiginlegu göng- og hjólastígur meðfram brautinni og hann tengist þá inn á stígakerfið eða það er samkvæmt aðalskipulagi þá er stígakerfið fyrirhugað á Kjalarnesi eða allavega teiknað inn á aðalskipulagið og hann er að hugsa að geta tengst inn á það til framtíðar í rauninni. Já, þá er rauninni minni kynning lokið. Takk fyrir. Takk fyrir það, Andri. Við höldum áfram og fáum næsta fyrirlesara og það er hún Ragnhildur Gunnarsdóttir sem ætlar að tala meira niðurstöður umhverfismatsins og ég ætla að minna ykkur á að setja inn spurningar á Slido þeir sem eru að horfa á okkur í streymi og hafið áhuga að fá svör við ykkar spurningum. En Ragnhildur, gjörðu svo vel.
Já, komið sæl. Svona, máttalega standa þarna, þetta allt í lagi. Við komið sæl, ég heiti Sest Ragnhildur og ég umhverfisverkfræðingur hjá Eflu og hef haldið utan vinnuna við þetta umhverfismat. Ég ætla að fara yfir svona valdar niðurstöður umhverfismatsins. Það liggja náttúrulega allar fyrir í umhverfismatsskýrslu og samantektarskýrslu sem hefur verið gefin út og svo hefur verið sett á í loftið vefsjá fyrir umhverfismatið, þannig að það hægt að skoða niðurstöðurnar nokkuð víða. Rétt aðeins bara varðandi svona helstu forsendur í umhverfismatinu, þetta kemur svolítið líka inn á það sem Andri Rafn mun kynna fyrir ykkur eftir varðandi umferðarútreikninga. Það í umhverfismatinu ekki reikna með áhrifum gjaldtöku í útreikningum á áhrifum Sundabrautar á umferðarflæði. Og tengist kannski svolítið því að við erum alltaf í umhverfismatinu að reyna að svona reikna út mestu mögulegu áhrif, mislæg gatnamót í stað plangatnamóta, svo dæmi sé nefnt. Og við vitum þá bara að ef á seinni stigum er tekin ákvörðun að minnka umfang valkosta og lausna þá vitum við að áhrifin af samanskapi eru þá minni. Svona smá ábendinga eins varðandi framsetningu og niðurstöðum, þær eru ekki alltaf sýndar með áhrifum mótvægisaðgerða, það aðeins misjafnt og en þetta alltaf útskýrt í skýrslunni á viðeigandi stöðum. Við erum að reikna með því að það verði ráðist í allar framkvæmdir samgöngusáttmálans í útreikningum á áhrifum á umferð og við erum sömuleiðis að reikna með að þróun íbúa og byggðaverði samkvæmt aðalskipulagi og svo horft til umferðarspár fyrir 2040 varðandi bæði magn og samsetningu umferðar í öllum útreikningum í umhverfismatinu. Nú núllkosturinn hann gilda bara alveg nákvæmlega sömu forsendur, við erum alltaf að bera okkur sama við núllkost hvernig verður ástandi 2040 með og án Sundabrautar og núllkosturinn þá í raun bara ástandi árið 2040 án Sundabrautar. En annars bara sömu forsendur varðandi íbúa og byggðaþróun og allar framkvæmdir samgöngusáttmálans verði framkvæmdar. Þetta eru umhverfisþættirnir 17 sem voru til skoðunar og þeir voru valdir í samráði við Skipulagsstofnun og lögbundna umsagnaraðila umhverfismatið og ég ætla að fjalla nokkra af þessum þáttum á næstu svona cirka 10-15 mínútum. Þetta svona heildarniðurstöðurnar fyrir umhverfismatið þar sem að svona græni liturinn hann sýnir hvar við erum að sjá fram á jákvæð áhrif. Við erum annars vegar með áhrif á rekstrartíma sem merkt með X og svo erum við með áhrif á framkvæmdatíma sem með stjörnumerktum X-um. Svona heilt yfir þá erum við að sjá jákvæð áhrif á umferð og umferðaröryggi og á byggðaþróun en Andri Rafn ætlar að koma betur inn á það á eftir, þannig að ég ætla í raun ekkert að fjalla neitt umferðarmálin. Neikvæð áhrif eru frekar að koma fram á til að mynda menningarminjar þótt að við séum, eins og Andri Gunnarsson kom inn á áðan, að það er mjög svo tekið tillit til allra fornminja á Gunnunesi. Brautin alveg fastlögð þannig að hún raski þeim sem allra minnst. En svo eru svona neikvæð áhrif annars heldur að koma fram á náttúrufarsþætti. Þar sem þá eru settar fram mótvægisaðgerðir þar sem það er mögulegt. Fyrsti umhverfisþátturinn sem ég ætla svona beina sjónum ykkar að, það er loftslag eða kolefnisspor framkvæmdarinnar. Við gerðum þessi kort svona fyrir alla þessa umhverfisþætti. Þetta sýnir í raun og veru bara framkvæmdasvæði Sundabrautar og svo það svæði, hvítiflákinn sýnir þetta svæði sem þá var tekið til skoðunar fyrir viðkomandi umhverfisþátt. Niðurstöðurnar eru þær að kolefnisspor Sundabrautar með Sundagöngum það hærra en kolefnisspor Sundabrautar með brú Kleppsvík. Svona maður ber þetta saman þá tekur 30-45 ár að jafna út kolefnisspor Sundabrautar með brú en 60-70 ár verður hún útfærð með göngum. Mótvægisaðgerðir svona á sviði loftslagsmála, þær eru nokkrar dæmi nokkrar af þeim eru hagræðing í efnisnotkun að hún verði viðhöfð og endurnýting byggingarefna eins og hægt og svo lágmörkun efnisflutninga og það fjallað ítarlegar allt þetta í skýrslunni.
Og hljóðvistamálin, það var í raun sama rannsóknarsvæði þar, við vorum við reiknuðum út áhrif Sundabrautar á hljóðvist á allri brautinni og svona stuttmáli sagt, þá eru áhrifin, þau eru misjöfn eftir því hvað hverfi við erum, hvort við erum í Laugardal eða í Grafavogi. Íbúum sem að búa við hljóðstig yfir viðmiðunarmörkum reglugerðar hávaða, sem viðmiðunarmörkin eru 55 decibel, þeim á eftir að fjölga í Grafavogi miðað við það sem yrði árið 2040 við 0 kost. En þeim á aftur á móti eftir að fækka í Laugarnesi og Vogahverfi samanborið við 0 kostin árið 2040. Það eru aðeins varðandi mótvægisaðgerðirna, það eru meiri áskoranir varðandi mótvægisaðgerðir í Laugardalnum, hreinlega út af plássleysi sums staðar. Þannig að það er ekki allstaðar hægt að koma við hljóðmunum og hljóðveggjum á þeim svæðum. Þannig að það þarf líka að grípa til byggingatæknilegra lausna þar til þess að ná hljóðstigi niður. En í Grafavogi er þetta ekki talið verða til neinna vandræða. Nú svo eru áhrifin annars óverulega á hljóð vegna Sundabrautar á hlutum 2 til 4, þar að segja frá norðurhluta Gufunes og upp á Kjalarnes. Loftgæðin, þau voru reiknuð út í, eða áhrif á loftgæði voru reiknuð út í þar til gerðu líkani og það sama á við hljóðvistina, glemt að nefna það hér áðan. Þarna voru við hins vegar eingöngu, það voru ekki reiknuð út áhrif á þessum hlutum 2 til 4 sem ég nefndi áðan, heldur eingöngu innan þeirra svæða þar sem með þétta byggð í Laugardal og Gufunesi og Grafavogi. Niðurstöðurnar eru þær að svona heilt yfir þá eru meiri áskoranir við, það helst við gangamunna og stokkamunna sem við erum að sjá að við erum að fara yfir reglugerðarmörk hvað loftgæði varðar og þar þarf að grípa til mótvægisaðgerða bæði fyrir sundagöng og ef að stokkalausnir verða hluti af endanlegri útfærslu þá þarf að grípa til aðgerða líka þar. En loftmengun svona fer ekki yfir leyfileg mörk við Sundabrú nema bara rétt við þá veginn sjálfan og svona veghelgunarsvæði. En eins og ég segi, mótvægisaðgerðir þá nauðsynlegar við ganga og stokkamunna og það er líka mælst með því að loftgæði verði vöktu bæði á framkvæmda á rekstrartíma í byggð á þeim svæðum þar sem það er fyrirhugað að hafa stokka og göng. Rétt aðeins vegna varðandi Gufuneshaugana, aðalvalkostur vegagerðarinnar er að fara þarna þvert yfir Gufuneshaugana í framhaldi þá af Sundabrú. Göngin kæmu upp í norðanverðu Gufunesi þannig að við höfum ekki þurft að í raun meta áhrifin af þá gangagerðinni hvað varðar öryggi áhrif á öryggi vegna Gufuneshaugana. Þar eru við fyrst og fremst að horfa á gasmengun en líka jarðvegsmengun. Þar eru fyrirhugaðar umtalsvert miklar rannsóknir á svæðinu til þess að kortleggja betur gasstreymi á svæðinu og mögulega jarðvegsmengun. En við erum að horfa til þess að ef að, eins og Andri Gunnarsson kom inn á áðan, ef ekki verður hægt að leggja veginn yfir haugana, þá verði hægt að fara vestan við þá eða í stuttum göngum undir. Þannig að það er niðurstaða umhverfismatsins að það verði hægt að byggja vega á þessu svæði með óverulegum áhrifum á umhverfi. Það eru líka aðra mótvægisaðgerðir til skoðunar heldur en að fara vestan við eða undir haugana. Það hefur líka komið til skoðunar að notast við léttar vegbyggingar sem í raun hafa sýnt sig að vera þá léttari heldur en jarðvegshulan sem nú þegar yfir haugunum er. Þannig að þetta er talið gerlegt að leggja Sundabraut þetta svæði án þess að umhverfinu stafi ógn af. Hafstraumar og öldufar og setflutningar, þetta voru ansi umfangsmiklar rannsóknir sem voru unnar þarna og það var verkfræðistofan Vatnaskil sem að sá þessar rannsóknir og þið sjáu svæðið þarna sem var tekið til rannsókna. Það var alveg sérstök áhersla lögð á Leiruvoginn og áhrif brúargerðar yfir Leiruvog var tekin sérstaklega fyrir. Helstu niðurstöður eru að það er helst í Leiruvogi sem að áhrifa mun gæta. Þar gæti orðið botnrof og setmyndun þar að leiðandi þá á fjörusvæðum
og aukin straumhræði getur orðið þá í brúaropum. Það verið að miða við, Vegagerðin að miða við að það straumhræði í brúaropum sé 1 metri á sekundu og útreikningar sína það hægt að vera undir því eða í kringu það viðmið miða við þessa stærð á fyrirhuguðum brúm. Það óvissa aðeins varðandi gruggmyndun, það alveg ljóst að það verður gruggmyndun vegna brúargerðar og fyllinga, ekki bara í Leiruvogi heldur á öðru svæðu líka þar sem við erum að þvera hafsvæði, en hversu lengi hún kemur til með að vara það er aðeins óljóst og þess vegna talað að það sé óvissa þarna við nokkra umhverfisþætti sem verða fyrir áhrifum brúargerðar. En það lagt til að fara út í þá frekari rannsóknir bara meðlans á efnisgerð í brúarstæðum og svo vöktun á framkvæmd og rekstrartímar og nokkru þáttum eins og botnbreytingum og svo að meta svolítið betur mögulega viðbragðsaðgerðir við botnrofi. Og það hefur verið til skoðunar og til umfjöllunar í skýrslunni en þetta svona aðgerðir sem að kannski þyrfti að leggja frekara mat á. Svo langaði mig aðeins að fara inn á svona nokkra náttúrufarsþætti, fiska og önnur sjávardýr. Það var Hafrannsóknastofnun sem að sá þær rannsóknir og þar var far- og búsvæðanotkun gönguseiða, laxfiska og sjóbrytings úr Elliðánum og Leirvogsá og Úlfarsá. Það var úr gerðar talningar og fylgst með þeirra fari. Og helstu niðurstöður eru þær að aukin straumhræði í brúaropum, hann geti haft áhrif á gönguseiði á ákveðnum tímum, svona við ákveðin skilyrði og sömuleiðis á þorsk í Kollafirði. Seltustig hins vegar ekki talið verða fyrir neinum áhrifum út af Sundabraut og það jákvætt fyrir fisk. Og aftur óvissa þessa gruggmyndun, hversu lengi hún kemur til með að vara því hún getur auðvitað haft áhrif á fiska. Nú það hefur verið lögð til vöktunar áætlun af Hafrannsóknastofnun fyrir bæði lax og nytjafiska á framkvæmda og rekstrartíma og svo hefur verið lagt til að gera frekari seltumælingar þannig að þarna svona strax búið að leggja til ákveðnar aðgerðir til þess að fylgjast með. Og það var aðeins varðandi fuglalífið, það var Jóhann Óli náttúrufræðingur og hans samstarfsmenn sem að tóku út fuglalífið, það voru gerðar talningar bæði að hausti og vori og varpfuglatalningar að sumri. Og helstu niðurstöður eru þau að Sundagöng, ef við horfum til Kleppsvíkur, þar eru þau talin hafa minni áhrif heldur brú. Það verður auðvitað svo bara almennt í vegagerðarverkefnum, það verður varlegt rask á búsvæðum fugla sem fara undir veg. Leiruvogurinn svona kannski, já það var svona ákveðið fókus á það svæði líka í fyrir þennan umhverfisþátt, þar eru mikilvæg búsvæði fugla og ef það verða neikvæð áhrif á leirur þá getur það líka haft þá afleitt áhrif á fugla. En aftur þarna þessi sama óvissa, hún svolítið gegnum gangandi fyrir fleiri umhverfisþætti varðandi gruggmyndun. Þarna sömuleiðis hefur verið lögð til vöktunar áætlun líka fyrir fuglalíf sem ætti þá að hefjast strax á framkvæmda tíma og halda áfram á rekstrartíma. Og svo mælst til þess að það sé þá tekið tillit til fuglalífs við hönnun brúa og við hönnun á lýsingu brúa sömuleiðis. Náttúruminjar og verndarsvæði. Sjáum við bara kort af framkvæmdasvæði Sundabrautar og svona helstu verndarsvæðum sem eru í námunda við framkvæmdasvæðið. Við sjáum Blikastaðakró og Leiruvog sem friðlýst svæði og svo strönd Geldingarness hverfisvernduð og það eru þarna fleiri svæði en Sundabraut ekki að fara inn á nein friðlýst svæði eða inn á svæði sem njóta sérstakra verndar en getur auðvitað haft áhrif á þessi svæði ef að verða breytingar á straumum og á leirum og slíku. Helstu niðurstöður eru að Sundabraut kemur þarna til með að þvera hluta af strönd Geldingarness sem þarna eins og ég sagði áðan hverfisvernduð og svo geta orðið breytingar á hafstraumum og leirum þannig að það getur orðið áhrif þá á Leiruvog og Blikastaðakró.
Mótvægisaðgerðir og vöktun fyrir þessa þætti eru bara þeir sömu í raun og veru og eru settir fram fyrir þá fjölmörgu þætti sem snerta þessi svæði. Það eru bæði menningaminjar og það eru mótvægisaðgerðir vegna fuglalífs og fiska og ýmissa annara þátta. Nú næst það þá landslags, áhrif á landslag og ásýnd. Þetta þessi hvíti hringur sýnir það svæði sem var tekið til skoðunar í landslagsgreiningu sem að Efla vann vegna Sundabrautar. Punktarnir þarna í námunda við framkvæmdasvæðið sýna þá staði þar sem voru tekna myndir og þaðan voru síðan einnig, á þessu svæðin voru líka gerða þá ásýndamyndir og niðurstöðnar þær eru þær að ef við horfum til þverun á Kleppsvíkur fyrst að það verði óverulega áhrif af Sundagöngum, það eru koma ný mannvirki í Sæbraut en í Kleppsvík þá eru áhrifin óveruleg, þau eru þá heldur meiri af lægri brú og mest eru áhrifin af hærri brú og sést lengst að og það svona kannski mesta breytingin. En aðri hluta Sundabrautar eru taldi valda svona nokkur neikvæðum áhrifum á landslag og ásýnd. Þar eru við þetta hluta líka fara þegar röskuð svæði en einnig óröskuð svæði og mikilvæg útivistarsvæði. Mótvægisaðgerðir þarna, þær eru svona kannski bara svolítið svona almenn atriði sem að Vegagerðin almennt svona viðhefur í sínum verkefnum, að mannvirki falli eins vel að landi og kostur og að það verði hugað vel að frágangi. En svo líka hefur tekin ákvörðun það að verði brú fyrir valinu, fyrir þverun Kleppsvíkur og þá verði hún sett í hönnunarsamkeppni. Það fer svona að líða undir lok þessar kynningar hjá mér en mér langaði aðeins að koma inn á áhrif Sundabrautar á útivist. Við erum með nokkur útivistarsvæði þarna og svona nokkur af þeim eru til dæmis að Snarfari með sína starfsemi innan við fyrirhugað þverun Kleppsvíkur. Kajakklúbburinn með sína starfsemi við Eiðsvík og svo eru opið svæði á Geldinganesi og útivistarsvæði líka á Gufunesi og fjörur þar. Nú svo erum við með þetta vinsæla útivistarsvæði og fuglaskoðunarsvæði í Blikastaðakró og Leiruvogi. Og svo sjóstangaveiði líka í Kollafirði og þetta svona hluti af þeim svæðum, útivistarsvæðum sem eru í námunda við framkvæmdasvæði Sundabrautar. Niðurstöðurnar þær eru í raun bæði neikvæðar og jákvæðar. Við erum að meta áhrifin þannig að með bættu stígatengingu þá séu áhrif Sundabrautar og útivist mjög jákvæð en hins vegar þá eru þeir líka neikvæð því það eru opin svæði sem að fara undir veg. Við erum að breyta ásýnd á þessum útivistarsvæðum. Við Eiðsvík eru mögulegar breytingar á hafstraumum og þá sem getur haft áhrif á kajakræðara og eins getur Leiruvogur orðið fyrir áhrifum eins og ég kom inn á áður. Þannig að það eru svona þessi neikvæðu áhrif en jákvæðu áhrifin eru vissulega þau að það verið að bæta stígatengingar á milli þessara svæða. Og svo bara í lokin þá vil ég bara minna á að kynningatímabil umhverfismatsskýrslunnar til 30. nóvember og það eru öll hvatt til að setja inn skriflegar umsagnir og öllum skriflegum umsögnum svarað af Vegagerðinni og verður hluti bara endanlegum gögnum umhverfismatsins og það hægt að senda umsagnir í gegnum skipulagsgáttina eða með tölvupósti til Skipulagsstofnunar og það hægt að nálgast gögn bæði skipulagsgáttinni en eins hægt að nálgastu öll inn á vefnum sundabrautin.is og þar eru líka tenglar inn á vefsjá umhverfismatsins og inn á samgöngu vefsjá sem hefur verið útbúin. Og þá þakka ég bara fyrir mig. Takk fyrir það, Ragnhildur. Það alveg að gera að hvetja ykkur til þess að skila inn umsögn, hvort þau eru jákvæðar eða neikvæðar, en allavega að leggja fram spurningar þar og fá þá svör fyrir þeim. En næstur á dagskrá Andri Rafn Jómann og hann ætlar að tala umferðaröryggi og mótvægisaðgerðir. Passar það ekki? Jú, heldur fyrir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ég heiti Andri Rafn og samgönguverkfræðingur
verkfræðingur hjá Eflu og hefur verið hluti af þessu teymi hjá þeim sem hafa verið unnið þessar samgöngugreiningar sem snerta á umferðaröryggi ásamt fleirum. Ég ætla líka að nýta tækifæri og benda á þetta ítarefni. Það er þessi samgöngugreining sem er viðauki við umhverfismatsskýrsluna þar sem er farið ítarlegra í þetta og ég ætla þó ég ætla að fara aðeins kannski meiri nákvæmni en hefur verið gert í þessu umferðarmál þá erum við að stikla á stóru og það hefur verið lítið til ýmissa mála. Fókusin í þessum greiningum hjá okkur er bara í samræmi við mat á umhverfisáhrifum þar sem við erum á svona nokkuð stórum skala. Við erum nokkuð hátt uppi að horfa á áhrifin og við erum bæði að meta áhrifin af framkvæmdinni en kannski ekki síst að bera saman valkosti og fara yfir það. Þannig að það allar forsendur og aðferðafræði og helstu niðurstöður í þessari skýrslu. Svo er líka eins og Ragnhildur var að koma inn á sérstök svona umferðarvefsjá í rauninni. Það sem er hægt að þýsja inn og leika sér að skoða í rauninni umferð alls staðar, akandi umferð fyrir alla valkosti og sviðsmyndir umhverfismatsins. Ég langar bara að benda ykkur á það. En ég ætla svona stóru dráttum að bera saman í rauninni þennan núllkost og Sundabraut, sem sagt framtíðarástand með og án Sundabrautar. Svo líka að skoða þess brú og göng samanburð á því og enda kannski að fara aðeins inn á þessar innanhverfis umferð og mögulega mótvægisaðgerð og þess háttar sem hefur verið svona töluvert til umfjöllunar sérstaklega í þessum kynningafundum sem hafa átt sér stað undanfarið. Þannig að sjá þessu myndir eins og Ragnhildur var að fara yfir nema fyrir þennan umhverfisþátt umferð og umferðaröryggi og rauninni erum við að skoða frekar stórt svæði eða allt höfuðborgarsvæði sem er hvíta flákinn og svo framkvæmdasvæðið sem er gula. Þetta svæði er skilgreint í samræmi við samgöngulíkan höfuðborgarsvæðisins sem er alltaf að horfa kerfislegt á umferðarmál og tekur tillit til alls höfuðborgarsvæðisins og nýtist þannig einkar vel til að bera saman valkosti eins og markmið vinnunar er á þessu stigi. Langar að benda á einhverjum tilfellum er lítið lengra eins og varðandi íbúa byggðaþróun og áhrif samgangna á milli Akraness og Vesturlands og mögulega fólkflutning og annað og það sett í samhengi við niðurstöðunar innan höfuðborgarsvæðisins þannig að kannski einskorast ekki við þetta svæði. Eins og Ragnhildur kom líka inn á og fleiri þá er náttúrulega þessi umferðargreining svolítið forsenda líka inn í aðrar vinnu umhverfismatsins og nýtist til dæmis í að meta hljóðvist og loftgæði og þess háttar. Og eins og áður við líka komum fram þá erum við alltaf ekki ráð fyrir að sé ekki gjaldtaka sem er þá bara í samræmi við markmið mat og umhverfisáhrifum að reyna að skoða þá sviðsmynd sem hefur hvað mest áhrif för með sér sem er þá að Sundabraut laði til sín sem mesta akandi umferð. Í umferðargreiningunum er fjallað svona nokkuð almennt áhrif gjaldtöku samgönguframkvæmda og hvernig það hefur áhrif bæði þá á ferðamátaval og leiðaval og þess háttar og verður náttúrulega eflaust skoða betur eins og í samhengi við viðskiptaáætlun og fjármögnun verkefnisins og þess háttar. En ef við byrjum þá bara á þessum samanburði í rauninni þá á framtíðarástandi með og án Sundabrautar, núllkosturinn sem er þá í rauninni þróun samgöngu og byggðar á höfuðborgarsvæðinu til 2040. Þess að allar aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga tekna þar inn í og spá íbúa þróun höfuðborgarsvæðisins og einnig samgöngusáttmáli sveitarfélaganna og ríkisins. Þá sjáum við það að Sundabrautin dregur úr eknum kílómetrum, sem sagt minnkar akstur, styttir ferðir og hún dregur einnig líka úr ferða- og tafatíma akandi umferðar. Þannig heildarferðatími akandi umferðar á höfuðborgarsvæðinu er að styttast með Sundabraut í samanburði við núllkost og hvort að sé í göngum eða brú en á sama tíma erum við að fjölga akandi ferðum þannig að það er fýsilegra að keyra þannig að við erum að sjá að það fjölgar þeim sem aka færri ökutæki í kerfinu og sama tíma það fækkar ferðum sem eru farnar með öðrum ferðamátum, bæði almennum samgöngum og svo virkum ferðamátum eins og hjólandi. Framkvæmdin mun koma til með að draga úr og dreifa álagi á stofnbrautakerfið höfuðborgarsvæðisins eins og við sjáum í Ártúnsbrekku og Vesturlandsvegi. Ég sýndi það betur á kortum á næstu gæru, en þetta er kannski í samræmi líka sem Bryndís fór yfir áðan með þessa svona megin ása og þennan vestur-austur ás á höfuðborgarsvæðinu þar sem öll umferð í dag mestmegnis leitar Ártúnsbrekkuna. Sundabraut á háð fyrirkomulega til að bæta umferðaröryggi. Þetta er svona niðurstöður kerfisgreininga sem sýnir raunin það að við erum að færa akandi umferð á öruggari innviði. Þetta er tilfærsla umferðar. Við erum til dæmis að stærri hluti kerfisins er með aðskildar akstursstefnu sem hefur mikil áhrif á umferðaröryggi og annað og einnig eru færri eknir kílómetrar sem leiðir helst að hluta til í hendur við bætt umferðaröryggi.
Framkvæmdin stytti ferðutíma til nærliggjandi byggðakjarna, svo sem Akraness og Vesturlands. Greiningar hafa sýnt svona jafnaða sé 10-15 mínútur sem verið að stytta þennan aksturstíma og þá meira á annað tímum en utan. Greiðir líka leiðir milli hafnarsvæðisins í dag við Sundahöfn og annað til Vestur- og Norðurlands og það líka einmitt unnar greiningar á svona ferðatíma sparnaði á mismunandi stöðum á þessum svæðum og búið þá saman við raungögn í dag. Og svo í rauninni varðandi stígatengingar, það samhliða brú gert ráð fyrir nýri tengingu, stígatengingu milli Gufuness og Reykjavíkur sem reyndar ekki gert í hérna göngum en við komum betur að samanburði þeirra á eftir. Og í rauninni býr hérna Sundabraut til tækifæri til þess að búa til nýja leiðir almenningssamgangna á milli þessara hérna hluta höfuðborgarsvæðisins. Það getur taka líka fram að hingað til hefur ekki verið gert ráð fyrir þessu umferðargreiningum að sé almenningssamgöngur sé að nýta sér Sundabraut sem getur líka haft áhrif á ferðamátaval og þann fjölda ökutækja sem við sjáum að er að fara að nýta sér Sundabraut í þessu verkefni. Það hins vegar bara ekki legið fyrir forsendur eða slíkt til að setja það inn. En þá er þetta sérna kort sem ég var að tala sem sýnir þá í rauninni þessar svona tilfærslu umferðar. Þetta eru svokölluð mismunarkort, þannig að rauði liturinn er að sýna aukna umferð, akandi umferð, fleiri ökutæki og grænur að sýna fækkun ökutækja og hérna hægra megin erum við að sjá brú og vinstra megin erum við að sjá göng og svona þegar við horfum á þessum skala erum að taka höfuðborgarsvæði, svona stór hlutar höfuðborgarsvæðis í hérna eitt kort þá sjáum við að áhrifin eru sambærileg. Þá erum við að sjá það að þetta er verið að minnka umferð Ártúnsbrekku og hérna alveg til og með Miklubraut á suðurhluta Sæbrautar og hún er að aukast á auðvitað nýju Sæbrautinni og Sundabrautinni og norðurhluta Sæbrautinnar og tengingum við Sundabrautina. Og hérna er náttúrulega verið að gera ráð fyrir framtíðarástand 2040, það er töluverð uppbygging eins og Bryndís kom líka inn á hérna samhliða Vesturlandsvegi Ártúnsbrekkunni í Keldum og Blikastöðum og Úlfarsárdal og þannig að það er verið að taka það allt inn í reikningin og þetta framkvæmdir samgöngusáttmálans og borgarlínu og öðru. En ef við færum okkur svo kannski frá því að horfa á bara samanburð á framtíðarástandi með og án Sundabrautar þá hérna höfum við sett þennan samanburð milli brúar og ganga fram og svo margar leiðir til þess að gera það en við höfum bara horft á að nota þessi markmið framkvæmdarinnar og hvort og þá svona hversu vel þau uppfylla þau markmið. Hérna getum við séð þá bara það á þessari mynd og ef við förum aðeins yfir þessa þætti þá getum við séð að efsti þátturinn er þetta er markmið sem Guðmundur Valur fórum yfir hérna í upphafi fundar, er að bæta samgöngu fyrir alla ferðamáta og við teljum að báðar útfærslunir sem báðir megin valkostir hérna framkvæmdaraðila uppfylli það en að Sundabrú gerir það betur heldur Sundagöng vegna þess að þá erum við að bjóða upp á þessa stígatengingu meðfram brúnni sem er ekki mögulegi tilfelli ganga og einnig hafa greiningar sýnt að það eru frekari tækifæri fyrir leiðir almenningssamganguna í tilfelli brúar upp á upptökusvæði og þess háttar. Báðar útfærslurnar uppfylla markmið að bæta tengingu Vestur- og Norðurlands eins og komum inn áður, auki hagræði fyrir atvinnuumferð, byggi þá aftur á þessari greiningu varðandi ferðatíma frá núverandi hafnarsvæði og hvernig hann breytast til framtíðar sem eru fleiri og svona beinni tengingar í tilfelli brúar heldur ganga, þá er hún talin uppfylla það betur og svo ef við skoðum tengingar við Grafavoginn þá eins og við sáum áðan eru göngin aðeins að bjóða upp á eingatnamót norðarlega á Gufunesi við Grafavog og Gufunes á meðan í brúarlausnum eru tvö eingatnamót bæði við Hallsveg og Borgarveg og þess vegna er talið að brúin uppfylli það markmið betur heldur en göngin. Báðar útfærslurnar dreifa umferð og fleiri leiðir og léttari umferðarþunga eins og við sáum bara á kortunum áðan og auka samfélagsins ábyrgðar með styttri ferðatíma, minni akstur og minni útblæstri og mengun vegna styttri leiða og þá erum við alveg að horfa bara í það að það eru færri eknikílómetrar í kerfinu sem hefur svona einhver áhrif á alla þessa þætti. Varðandi síðasta þáttinn sem er að auka umferðaröryggi og fjölga flóttalegum og bæta aðgengi viðbragðsaðila þá kemur þetta svolítið inn á greiningu sem við unnum vegna fyrirhugurar lóðra viðbragðsaðila norðan við Holtagarða sem hafa verið svolítið svona í gegnum söguna verið að greina þá möguleika og þá býður henni brú upp á svona betri og skilvirkari tengingar við þá lóð heldur en aðra auk þess að
að náttúrulega í tilfelli Brúar þarf ekki öllum fyrir að leitin á Sæbraut og þannig ná rampa til þess að komast á aðra hluta höfuðborgarsvæðisins sem þetta að tengjast beint við brúna, til dæmis Skútuvog, en það svo mismunandi eftir útfærslum. En ég ætla þá aðeins að færa mig hérna inn í hverfin og skoða svona umferðina þar og þá mögulega einmitt hérna mótvægisaðgerðir og svona þá vinnu sem hefur farið fram varðandi það. Það bara að taka fram svona eins og Ragnhildur kom inn á að niðurstöður eru almennt í þessu mati án mótvægisaðgerða. Þannig að það bara svona kannski samræmi við skalan sem við erum að horfa á og samræmi milli mismunandi valkosta og hérna útfærsluna í umhverfismatinu. En við höfum og við erum með kafla sérstaklega það í samgöngugreiningunni. Það hafa verið listaðar upp mögulegar mótvægisaðgerðir og áhrif þeirra sýndar og þar sést bara skýrt að það má minnka umferð akandi á stöðum þar sem þess óskað en það svona af því sögðu þá það eitthvað sem þarf auðvitað að skoða mun nánar á síðari stigum þegar það liggur fyrir hvað valkostur fyrir valinu og greina kannski betur hvað áhrif þær aðgerðir hafa á aðra vegi og þess háttar. En ef við erum eins og við sjáum það eru aukin umferð næst tengingu Sundabrautar við núverandi gatnakerfi og þetta náttúrulega margs konar umferð, umræðan náttúrulega oft mennan gegnumakstur sem náttúrulega hluti af þessu umferð, það eru vegfarendur að nýta sér það að keyra í gegnum hverfin til þess að komast að Sundabraut en svo það líka það að álagið náttúrulega aukast mikið á kerfinu næst tengingunum sem leiðir kannski til þess að rýmdin þar fyllist ákveðnum tímum og umferðin leitar annað og svo þriðji punkturinn hérna sem sett inn kannski það að fólk innan þessara hverfa breytir leiðvalinu sínu og fer frekar á Sundabraut heldur en í gagnstæða átt eins og gerði áður þannig að það að aukast umferðin þarna næst. Og markmiðið náttúrulega í oft svona greiningum náttúrulega og sérstaklega síðastum að beina þessar umferð inn og þá innviði sem eru hannaðir til að taka við og lágmarka þá þennan akstur innan hverfa eða á götum sem við viljum síður að sé að taka við umferð að þunga. En þetta eru svona glærur sem við höfum sýnt á þessum kynningafundum annars vegar við Sæbraut og svo hins vegar við Grafarvog og við sjáum bara fyrst við Sæbrautina þá erum við hægra megin með brúna áfram og vinstra megin göngin og þetta aftur þessi mismunarkort og samanburði við þá framtíðarástand 2040 án Sundabrautar. Við sjáum bara þessa aukningu sem verður á Sæbrautinni sjálfri á norðurhluta Sæbrautar og helst hún bara svolítið í hendur við það að Sundabrautin tengist á Holtavegi í tilfelli Brúar en nyrðri gangamunnin er norðan við gatnamótin við Dalbraut og þess vegna sér svona færsla á umferðaraukningu norðar í tilfelli Sundaganga. Við sjáum eins og líka báðum að umferðin að minnka Sæbrautina á sunnan og einnig á öðrum stöðum og eins og við sjáum bara sem myndum þá flæðir umferðin svona úr þessum greiningum án mótvægisaðgerða svolítið inn á götur næst þessum tengingum til dæmis Holtaveg í tilfelli Brúar og svo norðar á Laugarnesveg og þess háttar. En eins og ég segi, já, þetta án mótvægisaðgerða. Svo er þá sambærilegt kort fyrir Grafarvog og Gufunes og brúin aftur hægra megin og göngin vinstra megin og þá náttúrulega stóra breytan þar að við erum með ein gatnamót annars vegar fyrir göngin en tvenn fyrir brú og þá sjáum við kannski líka svolítið skýrt þess sem ég var að tala áðan að þetta er svolítið tilfærsla á umferð úr hverfunum líka í átt að Sundabraut í stað þess að fara Vesturlandsveg. Þannig að sjá þess að Hallsveg í tilfelli Brúar aukningin talsverð til vesturs en í átt að Vesturlandsvegi er minnkun. Kannski taka fram að það ekki gert ráð fyrir framvindum Hallsvegi í þessum greiningum og hefur ekki verið gert. En það má líka sjá í báðum tilfellum í rauninni þá eykst umferð talsvert á Borgarvegi og Strandvegi og það einmitt að hluta til vegna gegnum streymisumferðar. Og svo líka kannski meginmunur á þessum kostum að í tilfelli Brúar þá getur Gufunesi tengst beint inn á gatnamót við Sundabraut í ákveðnum valkosti, í þessum aðalvalkosti en í göngum þurfa að færast norðar þessi gatnamót og þá fyrir umferð af Gufunesi beint inn á Strandveg sem eykur umferðina þar. En aðeins þá að þessum mótvægisaðgerðum og því sem við höfum verið að skoða í þessari vinnu þá eins og sögum áðan og sáum bara myndunum þá eykst akandi umferð næst tengingunum
en svona umfang og eðli fer náttúrulega mjög eftir fyrirkomulega Sundabrautar og gatnakerfisins næst og með mótorvegsuppgjörinu má draga úr þessum líkum á aukinni umferð þessa vegi og það ekki farið í það að lista að hann einhver nákvæða mótorvegsækjari fyrir allar valkosti eða eitthvað það á þessu stigi en í greiningunni tekið dæmi mótorvegsækjarir sem eru til dæmis að breyta ljósastýringu varðandi græntíma og gönguljós og annað. Það líka skoðað bara hreinlega að loka gatnatengingum til að koma veg fyrir gegnumastur og skoða áhrifin af því. Það skoðað að banna ákveðna umferðarstrauma, til dæmis akstur af Sundabraut beint inn Holtaveg til vesturs. Það sé eitthvað hægri inn, hægri út fyrirkomulega þar og svo náttúrulega bara aðra svona hraðatakmarkandi aðgerðir til þess að reyna að hafa áhrif á leiðarval og hvert umferð leitar. Þannig að þetta allt tekið saman og þið getið séð svona það sýnt tafla hver áhrif þessar aðgerða eru í skýrslunni. Svo náttúrulega benda á bara þess að þætti kannski svona frekar áhrif á þætti eldur beina mótorvegsaðgerðir að gjaldtakan á Sundabraut mun náttúrulega hafa áhrif á notkunina og þannig hafa áhrif líka á umferð sem leggst á nærliggjandi gatnakerfi. Og aftur þetta í greiningunum ekki gert ráð fyrir almenningssamgöngur Sundabraut sem mun eftir vill breyta ferðamátavali og minnka akandi umferð og ef við skoðum þessa umferð milli austur og vestur hluta þá svona með við framtíðarspár og uppbyggingu þá virðist vera þörf á töluvert aukinni rýmd á milli þessa borgarhluta og það eitt að borgarlína bætist við þá virðist ekki ráða við alla þessa auknu uppbyggingu sem gert ráð fyrir til framtíðar. Aðeins bara líka í samræmi með þetta því þetta náttúrulega oft svona umferð næst Sæbraut til dæmis í Grávegi sem að færast inn á nærliggjandi götur að það náttúrulega töluverð breytingar fyrirhugaðar á Sæbrautinni ef gert ráð fyrir svona aðal valkostum sem eru svona ríkjandi í þessum nærliggjandi framkvæmdum á þessu stigi eins og Bryndís fór inn á áðan. Sæbrautastokkurinn og breyttum náttúrulega gatnamótum þá við Kleppsmýraveg, breytt fyrirkomulag Reykjanesbraut Bústaðavegar og svo náttúrulega að fara ennþá sunnar og í Hafnarfjörðinn eins og Bryndís kom inn á áðan. Þannig þetta kannski allt aðgerðir sem munu þá auka rýmd og mögulega bæta akandi flæði eftir Sæbrautinni sem þá mun vinna gegn því að umferð leiti inn í hverfin á einhverju leiti. Takk fyrir. Ja, takk fyrir það kærlega Andri. Það þá komið núna að því að fá spurningar og aðalega svör. Þannig að ég að biðja alla þá sem hér heldur fyrirlestur allavega til þess að koma upp og standa fyrir framann okkur. Já, þetta var slökk, ok, flott. Nei, slökkt ekki. Ekki bara slökk. Jó. Það sé ekki ljósum á það. Við ætlum að slökkva á þessu svo það fær nú betur okkar fínu fyrirlesara en við þurfum að halda vel á spöðunum því að það er fjöldi spurninga og mjög góðra spurninga sem mjög gott að fá svör við og við skulum bara vinda okkur í þetta strax. Þið réttir líka upp hönd ef þið viljið spyrja í salnum en fyrsta spurningin af hverju ekki athugað með að vera með göng alla leið frá Sæbraut og upp á Kjalarnes. Við erum að fá mikrofón Já, ég held að það bara kostnaður og svo náttúrulega tæknilega möguleikar hvernig að tengja við hverfin og náttúrulega markmið að koma að tengja hverfin inn í jarðgöng eða bara við Sundabrautina og þannig að það bara erfiður tengingar og svo náttúrulega bara kostnaður mun meiri þannig að það hefur ekki verið talin raunhæfur valkostur. Þannig að þú nærði ekki að tengja Grafarvog við miðborgina? Ekki nægilega vel, nei. Næsta spurning sem ég veit að ég get ekki almennilega svara. Hver áætlaður heildarkostnaður ef gangaleiðin verður valin? Munur og milli? Já, við höfum svo sem ekki opinberað alveg nákvæma kostnaðaráætlanir enda liggja þær ekki fyrir á þessu stímáls. Við erum náttúrulega bara með verkefni í frumdraugum og vinna að mati á umhverfisáhrifum en við áttum okkur svo sem á því að munurinn á kostnaðanum einhver eftir því hvaða lausnir verða fyrir valinu og þá hefur verið að horfa til þess að heildarkostnaðurinn verði á annað 100 milljarða óháð því hvaða valkostur verður fyrir valinu, lægri fyrir brú en göng og lægstur fyrir
lágbrú og þá styttri útgáfu af lágbrú. Hæstu fyrir jarðgöng og jarðganga valkosturinn einhverjum 10 til 25 milljörðum hærri svona miðað við kostnaðaráætlanir eins og það liggja fyrir í dag. En það sem skiptir kannski líka miklu máli í þessu samhengi að rekstrakostnaður jarðganga umtalsvert hærri, rekstrar- og viðhaldskostnaður jarðganga umtalsvert hærri heldur en samgöngumannvirkja á yfirborði. Takk fyrir þetta. Hvert kolefnisspor framkvæmdarinnar miðað við núllkost? Ég held þú hafi nú svarað þessu en þú kannski ítrekkar það. Já, þessu þyrfti ég að fletta upp sjálf en þess að ég kom inn á áðan þá það metið hærra, útreikningar sína, það er hærra fyrir Sundabraut með göngum heldur en með brú, meðal annars vegna útblæstri vinnuvéla við gangagerðina, en nákvæmlega hvert kolefnissporið það þarf að fletta því upp. Já, það er í skýrslunni og í umhverfismats vefsjónu líka. Svörin eru þarna einhvers staðar og það meiri svona kolefnisspurning. Hver umferðaraukning í norðan greiningarsvæðinsins og kolefnisspor vegna þess? Ég sé að Andri ekki svara þetta kolefnissporið en í rauninni viðbótar umferð vegna byggða og íbúðaþróunar utan höfuðborgarsvæðisins byggir á kaflanum íbúða og byggðaþróun og aftur, ég man ekki nákvæmlega tölunar en hún var notuð til þess að áætla mögulega umferðaraukningu til og frá höfuðborgarsvæðisins. Jú, einmitt frá, já, einmitt. Aukningu eða áhrif umferð að kolefnisspor reiknað annars vegar af að bara byggjum afverki þá losar það kolefni og svo eins og Andri kom inn á þá minnkar náttúrulega aksturinn heildarækni kílómetra minnka í kerfinu og við það náttúrulega minkar losunin og þannig að þannig fæst út þessi loftslagsávinningur að þó að þú borgir upphafi með kolefnisspori þá dregur þessu úr kolefnissporinu til framtíða með því að minnka umferðina útblásturinn. Þannig virkar þetta í prinsipinu. Næsta spurning, hverjar eru ástæður þess að þveranir eru aðalega á landfyllingum með þröngum brúaropum? Snýst þetta kostnað eða eru aðrar ástæður ráðandi? Þetta náttúrulega bara samspil kostnaðar og umhverfisáhrifa og ég líti svo að þau brúaröp sem við erum að leggja hér fram séu ekki þröng, heldur séu bara mjög rúm með hvað hefur tíðkast. Þannig að já, þetta bara samspil á kostnaði og umhverfisáhrifum og ávinningur ennþá lengri brúa ekki talin mikill fyrir umhverfið með við það. Við erum búin að lengja eins þannig að ná þessi mestum áhrifum. Næsta spurning, við bara vöðum áfram. Hvað verður frisbee-golfvöllin í Gufunesi? Mikilvæga aðstöðu iðkenda íþróttarinnar að ræða og þó finnst þetta broslegt, þá held ég að þeim finnst það ekki neitt. Er það tekið inn í umhverfismatið? Það ekki tekið inn í umhverfismatið. Ég haf talað það en það ekki búið að finna nýjan stað ef ég skil það rétt. En það kannski líka gott að hafa það í huga að í umhverfismatinu við náttúrulega eins og við komum fram í kynningunum í svolítið háu flugi yfir framkvæmdasvæðið þá eftir að klára breytingar á aðalskipulagi hjá Reykjavíkurborg og deiliskipulag og þetta svona dæmi sem tekið í deiliskipulagsvinnunni að finna nýja staðsetningu eða nýja útfærslu. Og að gera að skila umsögn. Já, endilega skila umsögn þannig að þessu verði svarað. Síðan kemur hér spurning. Sundabrautin hefur verið kosningalofur síðan ég lærði að klæða mig sjálfur. Er þetta að gerast ef ein leið verður valin áður en ég þarf hjálp við fötin? Nú spurning aldur spyrjanda. Það kemur ekki fram. Nei, akkurat. Já, er þetta kosningalofur? Ég held að við komum kannski ekki inn á en ég held að við telum svo sem að verkefni njóti pólitísks stuðnings. Það náttúrulega hefur verið bæði í borgarstjórn, síðustu 2 meirihlutar í borgarstjórn hafa áleitt í þeirra meirihluta samstarfi og samstarfsáttmála eru kveðið á að þeir ætla að ráðast í gerð Sundabrautar og það var 2 síðustu ríkisstjórnir, bæði 2021 og svo ný ríkisstjórn núna í lok árs 2024 með Sundabrautin á dagskrá og þetta unnið þvert á flokka, það búið skiptum flokka í þessum bæði borgarstjórn og í landsmálunum, þannig við teljum að brautin njóti víðtæks stuðnings og það bara okkar markmið að koma inn til framkvæmda. Takk fyrir það. Næsta spurning.
ekki gert ráð fyrir gjaldtöku í umhverfismatinu. Þýðir það ekki að það sé vanmat á umferð í gegnum Mosfellsbæ? Það má alveg kannski segja að það sé staðan og það er náttúrulega bara verkefni framöndan þegar við förum í að skoða viðskiptaáætlun að leggja mat á það hvað gjaldtakan þarf að vera mikil og hvaða áhrif það hefur umferðarflæðið. Þrátt fyrir það umferðin að minnka töluvert í Mosfellsbæ með það sem hún í dag. Mér minnir hún sé 36.000 í dag og greiningarna gera ráð fyrir hún færi undir 20.000. Þannig að hún mun alla tíman minnka í Mosfellsbæ, það er bara spurning hversu mikið og það er gjaldtakan sem að spila þar stórt hlutverk. Takk fyrir það. Hér reyndar önnur spurningum sem Valur búin að svara raunulega en menn hafa áhyggjur af Ártúnsbrekkunni að hún sé stórhættuleg og þess vegna þurfa að fara í framkvæmdina sem er gott að heyra. En hvers vegna vöxtur Akranes versus Sundabrautar talin jákvæður fyrir byggð á íbúðaþróun en ekki tekin með í samgöngumatinu sem umferðaraukandi þáttur? Ég held að það sé tekið inn í samgöngumati sem umferðaraukandi þáttur. Samgöngulíki byggir á því að það settar inn skipulagstölur og allar þær framkvæmdir sem eru fyrirhugaðar á samgöngukerfinu, hvort sem það er fyrir akandi eða almenningssamgöngur. Þannig að meiri uppbygging og Akranes skapa meiri ferðir. Þannig að ég myndi segja að þetta væri þannig inni, er það ekki rétt? Takk fyrir. Bara bæta við kannski það sem Andri var með líka á hann að í greiningunum ekki búið að gera fullu grein fyrir möguleikum strætó til að fara nota Sundabrú til dæmis. Þannig að það alveg tækifærileg aukninga þar og eins náttúrulega upp á Akranes og Vesturland líka landsbyggðarstrætóin. Það er náttúrulega bara mikil tækifæri þegar ferðatíminn frá Akranes styttist úr 40 mínútum í 25. Þannig að það er mikil tækifæri til að breyta ferðamátavali ef menn leggja áherslu á það. Næsta spurning, erum við að horfa á sömu umferð Ártúnsbrekkuna þangað til þetta gerist eða er verið að horfa á einhverja lausn varðandi umferðarþunga þar núna? Það sem er verið að horfa varðandi umferðarþunga núna í Ártúnsbrekkunni er kannski meira tengt því að breyta ferðamátavali. Það er verið að byggja hjólastiga á höfuðborgarsvæðinu, það er verið að auka tíðni almenningssamgangna, það er náttúrulega verið undirbúa sérrými fyrir borgarlínu. Við erum náttúrulega alltaf að fylgjast með umferðinni í Ártúnsbrekkunni og átt okkur á því hvort við getum einhvern veginn brugðist við en þversniðið er svolítið metta þar og þess vegna erum við að leggja áherslu á þær breytingar sem Sundabraut mun hafa í för með sér á þessu sviði og þetta er náttúrulega stæðsta breytingin sem við getum lagt á borðið hvað varðar umferðarflæði eftir þessum ás og höfuðborgarsvæðinu. Hver eru áhrif þess að fleiri velja að flytja lengra frá höfuðborginni og þar með aka lengri vegalengdi vinn en áður? Hefur það verið tekið með í matinu? Já, þetta er það sem við erum að koma inn á áðan, að það er byggir á þessari spáum íbúa byggðaþróun þá á Vesturlandi og það er fjallað þetta í samgöngugreiningunni og hvernig hún mun þá í rauninni minna á móti þessari minnkun en rauninni allar greiningar sína að það er alltaf ennþá þessi minnkun í eknum kílómetrum þegar það er verið að taka þetta til greina. Hér bendir spyrjandi á að Skeiðavogur að drukkna umferð, það séu 2 skólar, er það ekki augljóslega eitthvað sem þarf að laga? Og þetta tengist að þessu. Já, það er kannski ekki okkar að borða að laga það en það er náttúrulega kannski hægt að benda á það að því að við erum ekki veghaldar á þeim vegi heldur Reykjavíkurborg, svo það fylgir með. En greiningarnar varðandi Sundabraut er ekki sína aukningu umferð á Skeiðavogi en við beinum þessum bara til Reykjavíkurborgar. Og svo er hér gæðaspurning. Teljið þið að í umhverfismatinu sé verið að leggja hlutlaust mat á framkvæmdum miðað við 0 kost? Já, það er alltaf það sem er það sem náttúrulega ráðgjafa er ætlað að gera, það er að leggja alveg hlutlaust mat á þá valkosti sem eru til skoðunar og bera þá sama við 0 kost og það má alveg verta að nefna það að í flestum tilfellum þá er ráðgjafinn sjálfur, umhverfismatsráðgjafinn er ekki að gera greiningarnar. Við erum hlutlaus aðili, við má segja við séum ritstjórar, við erum að sanka að okkur greiningum annara sérfræðinga eins og vatnaskila, Jóhanns Óla í tilfelli marga af náttúrufarsþáttunum, Hafrannsóknastofnun, það voru fjölmargir aðilar sem komu að umhverfismatinu, efla vissulega líka með umferðargreiningar og fleira en það er engin sérstakur ávinningur af því fyrir ráðgjafan
að fjalla á óhlutlausan hátt þessa valkosti, en það er alveg skýrt að þetta er hlutlaust mat. Ég trúi þér fullkomlega eftir að hafa verið að vinna með ykkur síðustu daga. Það fer að fækka spurningunum. Hefur verið lagt mat á lækkun umferðaröryggis fyrir óvarða vegfarendur vegna aukinnar bílaumferðar á höfuðborgarsvæðinu? Fleiri bílar keyri þar? Já, inn í þessum greiningum er sem sagt tekið tillit til þess, og það náttúrulega eru, eins og við sögum áðan, að vera að fækka aksturskílómetrum á höfuðborgarsvæðinu og einmitt líka vera að tilfærsla umferðar á öruggari innviði í mörgum tilfellum sem eru aðskildar akstursstefnur sem eru ekki til dæmis í Kollafirði í dag og svona, þannig að já, það reynum að taka í rauninni heildar umferð inn í þessum slysatíðnistölum sem eru nýttar. Það er líka kannski vert að hafa það í huga að sérstaklega þar sem að Sundabrautin er að tengjast inn á gatnakerfið hérna á höfuðborgarsvæðinu, bæði í Grafarvogi og við Sæbrautina, þá verður að skoða mislega tenginga fyrir gangandi og hjólandi og það dregur úr umferðarslysum fyrir þessa ferðamáta. Já, hér er spurning sem einmitt kemur eiginlega inn á það sama, hverju minnkun umferðar öryggi gangandi, hjólandi, börn í Grafarvogi og Laugardal? Bara að vísa aftur í svari, við erum að reyna að leysa allar þessa þveranir mislegt til að tryggja sem best og mest öryggi. Já, hér er aftur spurt við vorum búin að svara þessu með landfyllingar og brúaropp og þá var eiginlega bara síðasta spurning hér úr streyminu. Er breyting á umferðarflæði miðað við Miklubrautarstokk, Sæbrautarstokk og breytingar á bústaðavegi Sæbrautar, eða já, að það er framkvæmdi verið búnar? Já, það er gert ráð fyrir alla framkvæmdi samgöngusáttmálans verið búnar, enda er gildistími hans til 2040 sem er árið sem við erum að nota í okkar greiningum. Takk fyrir það, en vil einhver koma með spurningu hér úr sal? Gjörðu svo vel og... Aðeins verið komið inn á kostnað. Við skilst að það sé... Það talað hér 100 til 200 milljarðar, það nú býsna svona rúmt, en hafa menn eitthvað reynt að giska á það, já bæði hver þessi veggjöld gætu þurft að vera og hvað sársaukamörkin liggja. Takk fyrir. Já, auðvitað eru bara að skoða veggjöldin og við erum bara í þessari vinnu núna framöndan næstu mánuðin er að upprekna áætlanirnar okkar og leggja mat á veggjöldin og það náttúrulega bara tekur með hliðsjón af, eins og Helga nefndi, hvaða valkostur er og ég held að í samgöngurinnu Andri er náttúrulega ítarlega umfjöllun hvernig áhrif veggjalda eru á eftirspurn og annað slíkt. Nei, hún er kannski ekki ítarlega, hún er svona almenn einmitt, en við erum ekki, við erum ekki að gera líkan útreikninga á þessu stigi með gjaldtöku eða þess háttar, en það verður klálega skoðað og hefur verið skoðað í svona sérstöku verkinu varðandi viðskiptaáætlun og hvernig það gengur upp og einmitt hvar sársaukamörkin eru og hvaða umferð er næmnust fyrir gjaldi og hversu hátt það þarf að vera og þess háttar. En ég held að það sé ekki. Já, einmitt og hvort að gjaldtakan sé eins yfir daginn eða mismundi eftir tímum dags og á mismundi gerðir ökutækja og þess háttar. Þannig að þetta hefur allt verið skoðað og verður skoðað meira, gerir ég ráð fyrir í ferlinu. Takk fyrir það. Fleiri spurningar? Ég heiti Ásbjörn, íbúi í Laugardal. Hver mun taka endanlega ákvörðunum 0-kost, göng, lágbrú eða hábrú? Hvaða fólk? Ég held að það sé bara verður þetta pólitísk ákvörðun á endanum, þannig að það er ákveðið skipulagi borgarinnar, þar er laðið fram endanlega valkostur og hefur náttúrulega verið kynnt á íbúafundunum núna í Reykjavík, þar sem að Reykjavíkurborg hefur kynnt og hefur lagt fram drauga að aðalskipulagsbreytingum og er til umsagnar líka hjá skipulagsstofnun. Þeir hafa talað að tímalinn er þannig að í loka árs, byrjun næsta árs er verið að leggja fram tillögu valkost í skipulagi og þannig mun það birtast. Þannig að það er stutt í það. Já, Vegagerðin gerir tillögu til Reykjavíkurborgar og svo eru skipulagsáætlanir hafa sinn farveg, það sem er lagt fyrir
skipulagsráð og borgarstjórn og annars því sem samþykkir að auglýsa aðalskipulag. Þannig að það eru vantarlega kjörnir fulltrúar í Reykjavíkurborg sem að bera ábyrgð á því hvernig skipulagsáætlanir eru framsettar. En svo þetta gerir við að gera, nú ríkið gerir tillögur til borgarinnar hvað okkur þykir besti kosturinn og svo framvegis. En það eru, já, við höfum lagt fram í umhverfismatinu eru talað raunhæfa valkosti, þeir kosta mismikið og þannig að það hefur allt áhrif á niðurstöðuna. Takk fyrir það. Það er bara ein spurning, held ég, bara síðasta spurning úr streyminu og það er spurt byggðaþróun virðist miðað við framtíðarástand 2040 án Sundabrautar í núllkostinu væntanlega, í umhverfismatinu eða umferðarmatinu. Mér að vísa hér í blaðsíðu 75 í viðauka ef þið kunnið þetta alveg utan að. Umferðaraukning vegna tilflutningsfólk á Akranesi, er það ekki með? Jú, það er með. Munurinn á núllkosti og ekki núllkosti er einfaldlega bara Sundabraut. Allar skipulagstölur eru eins í öllum tilfellum. Og það er ekki... Já, ég kannski bæti það við, þannig að já, það er eina breytin í núllkostunum, þannig að er gert ráð fyrir sömu ytri umferð í líkaninu frá Vesturlandi, en það er sérstök greining á þá aukinni umferð vegna framkvæmdarinnar í samræmi við íbúa byggðaþróun og áhrif hennar þá á þessa umferð og ekna kílómetra og þess aftar. Já, bara almennt náttúrulega eigur styttri ferðartími á milli kjarna og annað slíkt, það bara eigur samskipti og milli hvort þeim út að sækja vinnu eða þjónustu eða annað slíkt og náttúrulega eru fræðin í samgöngulíkanum byggja á því að meta þau áhrif, þannig að í skýrslunni eins og byggðaþróun ekki verið að meta hversu margir sækja getur sótt vinnu og náttúrulega í sitt hvora áttina, þannig að þannig að það eru áhrif af þessu. Það eru augljóslega áhrif af Sundabrautinni, hvort sem hún verið gerðið ekki, það er bara mismunandi áhrif. En áhrifin okkur hér og nú eru þau að tíminn er liðinn, spurningunum held ég bara séu öllum svarað. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna sem hingað komu og þakka ykkur fyrir sem fylgdust með á streyminu og hvetjum ykkur enn og aftur til þess að skila inn umsögn eða athugasemd inn í skipulagsgáttina. Það er mikilvægt ef menn hafa skoðun og heita tilfinningar sérstaklega að klára það ferli og gera það þannig. Takk fyrir. Ja, þetta voru góða spurningar.